Ok, ansið síðast, komið næstu í hálft ár. Ég er búin að vera í bölvu við sinni varandi með flugskóla og fleira og líka persónulega búin að treyta mjög mikið og hef þannig séð ekki haft mikið tíma í að fara að vera að kenna en mér langar svolítið að klára þetta, reyna að klára aðskör veraldar svo það sé bara búið og stefnan svo er að gera svona aðra basically kennslu sem verður liggur við alveg það sama og aðskör veraldar nema heilt vídeo, bara þú veist, ég veit ekki hversu langt það mun vera en uh, bara reyna að gera nákvæmlega sama aðskör veraldar, bara taka allt upp á nýtt og hafa það þá bara sem eitt myndband, þannig að fólk getur annarkvort hort á aðskör veraldar þótt að ég er bara að læra tölvört meira og orðin betri í kennslu en þá getur annarkvort hort á aðskör veraldar eða heilt myndband en það að sjálfsögðu fer mitt að milli hvort að fólk er til í að reyna að muna hvar þau kláruðu myndbandið eða eitthvað slíkt ef að historyið verið eitt eða eitthvað slíkt en við komum að því þegar ég er búinn með aðskör veraldar en næsta dagskrá er að kenna ykkur Smart Money Tool eða Divergence við köllum það einfallega bara SMT. Þetta sem sagt snýst aðalega jafnvægi og ójafnvægi. Við vitum að sjálfsögðu að markaðurinn fer úr jafnvægi í ójafnvægi og vill svo laga þetta ójafnvægi og fer aftur í það að jafna sig út. En þið að sjálfsögðu vitið og ef þið vitið ekki nú þegar að Nasdaq, að það sem við aðalega treytum hermir eftir S&P 500 og Dow Jones eða IS og YM. Það sama gerist fyrir flest allt annað ef að til dæmis ef það er að treyta gull þá fyrir gull á móti silfur og kopar, ef það er að treyta olíu þá fer það gegn bensíni og gróðri, sem sagt farm og ef það er að treyta þú veist USD GPP USD þá fer það gegn USD GPP. Þú veist þetta hermir sjálfsög ég er ekki það fullkomið með Forex en það eru alltaf til auka hlutabréf sem að fara gegn eða elta hvort annað. Það sem annað hægt að taka út úr þessu er það að Nasdaq hermir öfugt við dollaran. Þannig að ef að dollarin eru uppleið þá er Nasdaq á niðurleið. Þannig að það er alltaf eitthvað sem er alveg eins eða á að vera alveg eins og svo er líka sem eru gjörsamlega öfugt við það sem er að gerast. En hvernig við notum SMT er til að finna liggu við nákvæma staðsetningu þegar markaðurinn snúast við. Að sjálfsögðu því hærra timeframe því betra, ef þið sjá SMT á klukkutíma timeframeinu þá er það tölvöld betra en að sjá SMT á 1 mínútu timeframeinu. Ég sjálfsögðu er ekkert mikið að fylgjast með 1 mínútu timeframe SMT því að þetta er svo lágt að lágur tímarammi að þetta getur gjössalega verið bara eitthvað fake eða bara óvart gest og svo mun að lagast mjög fljótlega. En hvað er SMT eða Smart Money Tool eða Divergence? Það er sem sagt þegar segjum til dæmis að við höfum Nasdaq hérna vinstra megin, ef ég gerir bara svona. Segjum til dæmis að við höfum Nasdaq hérna og S&P 500 hér. Þið sjáuð að markaður fyrir upp, niður, upp og svo harkalega niður. Við sjáum að við tökum út þetta buy side liquidity hér en ef við skoðum IS þá fer það upp, niður, nær ekki að taka út buy side liquidity en fer samt niður. Þannig að í þessu tilviki þá er NQ meira bullish eða sterkari. NQ er sterkari og IS er veikari. Veikari þýðir bara meira á niðurleið, sterkari þýðir meira á uppleið. En í þessu tilviki þá myndum við reyna að selja eða skortselja S&P 500 í staðan fyrir Nasdaq. En að sjálfsögðu ég persónulega treyta bara Nasdaq þannig að ég myndi þá selja þetta Smart Money Divergence SMT á Nasdaq. En þið sjáu til dæmis bara að markaður fyrir upp, niður, tekur út buy side liquidity, fyrir niður, á IS fyrir upp, niður, tekur ekki út buy side liquidity og fyrir svo neðar. Ef við myndum gera það nákvæmlega öfuga, þá væri það niður, upp og nákvæmlega sama, svona. Þá værum við með SMT hérna á milli. Aftur, þetta er Nasdaq, þetta er S&P 500 eða IS. Markaður fyrir niður, upp, tekur út sell side liquidity og heldur svo áfram upp. Markaður fyrir niður, upp, niður, tekur ekki út sell side liquidity og heldur áfram upp. Þetta er þá SMT á milli Nasdaq og IS. Að sjálfsögðu getur við skoðað YM eða Dow Jones, verið með það hérna hægra megin, þú veist, við gætum þá verið með bara svona, þá erum við með Nasdaq og Dow Jones, en persónulega skoði ég bara IS, þannig að út af IS og NQ eru töluvert nálari hvor öðru. Þetta er svolítið hvernig
SMT, hvernig við finnum út SMT. Ég meina sjálfsög koma með alvöru sýnidæmi hérna rétt á eftir, en fyrst skulum við bara fara yfir hvernig þetta virkar. Hvernig við notum þetta er einfaldlega að við höfum alltaf bæði Nasdaq og IS opið og getum þá fundið út hvort SMT er að myndast eða ekki. Við værum þá að fylgjast með hápunktana á meðan við NQ. Eins og við sjáum strax hér, bara andjóks perfect, ég ætla bara að taka út hérna þessar teknikar. Við höfum þetta buy side liquidity hérna, nákvæmlega sama með IS hérna, og við sjáum að NQ tekur út þetta buy side liquidity, IS gerir það ekki, sem þýðir að þetta er SMT á milli NQ og IS. Markarinn er opinn eins og það bara er ekki að frétta sér að taka upp þetta myndband. En svona myndi þetta virka. Ég taka þessa línu í burtu og þessa línu hér. Þið sjáum að NQ tekur út buy side liquidity, IS gerir það ekki, þannig við höfum SMT, sem þýðir að NQ er sterkari, IS er veikari, sem ætti eiginlega því að við ættum að vera að shorta, að skortselja S&P 500. Svona er hvernig við notum þetta. SMT er einfaldasta og liggur við besta leiðin til að finna út hvort markaðurinn mun snúast við eða ekki. Það eru til fleiri SMT en bara einfalt SMT, og hvað meina ég með því er að það er til SSMT og SSMT Plus. Hver er að hringja? Halló. Nei, þetta er maður. Já. Ásaka, þetta höldum áfram. En já, þetta er svona hvernig SMT virkar, og ég mun að sjálfsögðu fara yfir SSMT og SSMT Plus þegar kemur að því seinna í myndböndurum, en SSMT Plus mun ég ekki kenna nema þið komið undir þess að trúnaðarsamning hjá mér sem er gjörsamlega frýr, en þar lærið þið skilgreiningarsviðskenninguna sem eða defining range theory á ensku. SSMT Plus er aðalega kent í gegnum það út af því að þetta er eitthvað sem við fundum upp á. SSMT Plus er ekki kent annars staðar, sem er ógeðslega svekkjandi, og mér finnst mjög leiðilegt að fá okkur alla trúnaðarsamning, en þess vegna hef ég ákveðið að taka alla skuldir og allt það varðandi trúnaðarsamningaskil. Það kostar 640 krónur að búa til trúnaðarsamning, en ég tek það persónulega bara á mig, ekkert mál. En við skulum halda áfram með SMT. Þetta er já SMT, og að sjálfsögðu því hærra sem þú ferð, eins og við sjáum, ég er á klukkutíma timeframe núna, það er mjög auðvelt að sjá SMT hérna á milli, þannig að við tökum þetta í gildi. En það sem ég meina með að 1 mínúta SMT er svo gjörsamlega glatað er til dæmis hérna bara, við höfum þetta low og þetta low hér, og þið sjáu, ég ætla ekki að teikna út, þið ætti bara að geta séð það hér og nú, en þið sjáuð að við höfum SMT hérna á milli. Ok, ég skal vera góð við ykkur að teikna þetta upp. En við höfum SMT hérna milli, og þið sjáuð að við erum að koma út að taka það aftur. Þú veist, þetta er svo rosalega lítið að það tekur því ekki að vera skilgreina þetta sem SMT. Því að leiðu við förum að 5 mínútunar, þú veist, þú sérðu þetta alveg, en nú er þetta bara eitt kert á milli, og ef við förum á 15 mínútunar, þá gjörsamlega hverfur þetta. Næstu, örugglega 30 mínútunar, nei, 90 mínútur. Já, þetta hverfur á 90 mínútum. En það er það sem ég meina, ef við förum á 4 tíma þá er ennþá SMT hérna á milli, og þú veist, því hærra því betra. Og maður ég skal reyna að finna uppleið SMT eða bullish scenario. Ok, þetta er ennþá mjög tæft, en við skulum nota þetta svona, taka þetta út. En þið sjáuð að NQ tekur út þetta sell side liquidity, og IS gerir það ekki, sem gerir IS sterkari í þetta skipti og NQ veikari. En þið sjáum leiðum við myndum þetta SMT, það fáið svolítið harkalegt rally, mjög mikið á uppleið. En þetta er svona einfaldasta leiðin til að finna út hvort markaðurinn mun snúa við eða ekki. Að sjálfsögðu því hærra sem þú ert, eða hærra timeframe sem þú ert, því töluvert betra. Þannig að ég mæli ekki með að fara minna en 15 mínútuna timeframe þegar kemur að finna út SMT. Þetta er ógeðslega basic og virkar svo rosalega vel, þannig að fyrir ykkar heimanám þá vil ég svolítið að þið opnið TradingView sjálf og farið að leita á þessum SMT. Farið bara á klukkutíma timeframe, eða þið skrifið bara 1H á lyklaborðið ykkar, þá færið ykkur yfir klukkutíma timeframe, og ég mæli bara með að skoða á milli Nasdaq og IS hvar SMT eru. Til að fá svona 2 uppi, þá farið bara hérna upp og veljið 2. Þið getið gert 3 eða 4, það kostar auka,
en þið farið bara í gluggan hérna uppi og farið í þessa 2 glugga hér og þá getið fundið út eða farið þá og finnið út fleiri SMT og sjá hvort á það alvöru virkaði, hvort að markarinn sneri við. Það sem ég meina við sneri við, eða var hann á niðurleið og fór á uppleið, eða var hann á uppleið og fór svo niðurleið. Þetta ógeðslega einfalt og ég þarf ekki að hafa þetta myndband lengra en þetta sem betur fer, en svona hvernig Smart Money Tool, Divergence eða SMT virkar. Rosa basic og hjálpar manni rosalega. Ég ándjóks nota þetta alla daga. Síðan ég lærði þetta hef ég alltaf verið að nota þetta og þetta svo þægilegt og eiginlega mistök hjá mér að vera ekki búin að gefa þetta út fyrr. En ég vona svo sannarlega að þetta með nýta ykkur eins og þetta hefur verið nýtt mér og já, bara farið varlega með þetta allt. Ég heiti Ásmundur Ari, betið sem gott að pissa. Takk fyrir mig.